En nú fer fáninn á loft, sjáu þið, allir litirnir. Og nú má segja að ljósanótt sé sett, 3, 2, 1, til hamingju ljósanótt er sett. Ljósin á berginu, þetta til okkar. Hvernig lukkaðist ljósanótt 2025? Hún lukkaðist rosalega vel að mínu mati. Mér finnst allir sem ég hef heyrt í og bara hafa komið að máli við mann bara mjög ánægðir. Og tala þetta svona sem eina betur heppnuðum ljósanóttum. Ég veit ekki hvort að það er þannig en allavegna þá er fólk mjög ánægt. Veðurguðirnir voru með okkur í liði í ár. Já, það er alltaf rosalega mikið atriði ef þeir eru með okkur í liði. Þá verður einhvern veginn allt betra. Og þú veist, við fengum svona smá dembur hérna á laugardeginum, bara svona rétt þess að minna okkur á hvað veðrið var annars gott. En ég var mjög sátt við veðrið og það gerir bara, setur þetta allt á annar level. Mér finnst rigningin góð. La-la-la-la-la. Hey, sorry, little man. Ég og þú, vatnið við erum hér, vatnið við erum hér. Ég ætla að skella mér. Hvernig var svona undirbúningurinn fyrir þessa hátíð? Hversu mikil vinna er að setja upp eitt stykki ljósanótt? Já, það er alveg hörku vinna. Þetta er náttúrulega orðið töluvert rútínerað hjá okkur, því við náttúrulega vorum að gera þetta í 24. sinn. En við byrjum svona í janúar, þá byrjum við svona aðeins verkefnahópurinn sem er skipað bara fulltrúum frá sveitarfélaginu. Þá byrjum við svona að leggja línurnar og svona spá í hvort við ætlum að gera einhverjar breytingar og eitthvað svoleiðis. Hvort það sé eitthvað svona í stóru myndinni sem þurfa að vinna betur eða öðruvísi. Og svo þéttast fundirnir svona þegar að fer að líða nær hátíð og eftir ljósanótt þá er eftir verslunarhelgi þá er fundað mjög þétt, vikulega. Og síðan bætist ofan á þetta sérstök öryggisnefnd sem við fundum með líka fyrir sumarfrí og svo aftur þéttar eftir verslunarhelgi. Og þannig að þetta er orðið alveg, þetta er hellingsundirbúningur en það er mjög mikið af svona sjóuðu fólki sem kemur að þessu. Þannig við erum bara að fylgjast með ungmennum okkar og sjá hvort það sé ekki allt í góðu og bara, já. Vettvangsteymi. Og hvert er svona verkefnið ykkar? Það er bara að passa upp á ungmenni og börn bæjarins og bara athuga hvort það sé ekki allt í lagi með alla og bara stíga inn í ef það þarf. Og hefur ekki alls bara gengið glimrandi? Jú, bara mjög vel. Og hvað segja krakkarnir? Þeir eru alveg bara mjög sátt með okkur. Þeir eru alltaf að gefa okkur fæf og bara ána með þetta. Við erum með þau alla vikudaga í PlayStation og einhverjum vellistingum í 88.000 fjörumum, þannig að það er nú allir spenntir að sjá okkur, flestir. Svo eru þarna vörður sem eru runni svona, sömu dagskrárliðirnir ár eftir ár. Já. Svona stóri liðir. Já, það er svona, stóru liðirnir eru þeir sömu og það er kannski svona þessi umgjörð sem að Reykjanesbær býr til. Við erum með svona fasta liði og síðan eru það allir hinir sem búa til allt skrautið ofan á kökuna. Og þetta væri ekki neitt þannig lagað eða það væri ekki fyrir alla sem að koma þarna að. Hver er mesta snilldin við ljósanótt? Góð spurning. Er það árgangagangan eða? Sko, já, ég held að, mér finnst árgangagangan í rauninni, hún er algjör snilld.
og ég eiginlega sannfærist það bara í hvers sinn meir og meir þegar ég er viðstöddana. Hvað þetta er mikil snilld að sjá einhvern veginn bara svona bara heilt æviskeið renna þarna niður götuna og hann skrifaði mjög flotta grein á MBL, hann Sigurður Helgi Pálmason, þingmaðurinn okkar nýji, þar sem að hann súmmeraði þetta rosalega vel upp og hann talaði þetta væri svona maður sagði svolítið svona, hvað maður að segja, svona fortíð, nútíð og framtíð birtast þarna og þetta svona rammaði svolítið inn bara sögu samfélagsins og fyrir hvað við stæðum. Þannig að virkilega vel skrifa hjá honum. Þarna þetta að koma saman á sama tíma? Já, þarna nefnilega, þú veist, koma allir saman á sama tíma og sem verður svo áhrifaríkt þegar allir koma á hátíðasvæðið á sömu stundu og bæjarstjórinn hefur svona tækifæri til þess að bjóða alla velkomna. Og við berum öll ljós í hjarta sem yfirskrift þessara hátíðar okkar í ár. Við erum með ljós í hjarta. Við skulum líka þakka forsjóninni fyrir að búa á Íslandi og njóta þeirra friðsældar og náttúrufegurðar sem landið okkar hefur upp á að bjóða. En leið og við erum full eftirvæntingar og þakklætis hugur okkar hjá þeim jarðarbúum sem ekki eru jafn heppin og við en búa nú við stríð, hungursneyð og margs konar aðrar hörmungar. Og svo bara dreifist fólk út allt og fyrir að gera alls konar mismunandi hluti sem það er áhuga fyrir. En svo þessi, það má segja bara, þessi vika bara orðin svolítið stór og hefst bara snemma. Fólk alltaf svona að taka meira og meira forskot á sæluna. Já, svona formlega erum við frá 50 degi til sunnudags. En það orðið, við erum múin að bæta miðvikudeginum inn á vefinn hjá okkur fyrir dagskrá vegna þess að það bara flotti viðburðir þar. Eins og til dæmis ljósanættur hlaupið sem var núna fært aðeins upp á nýtt level, langar mig að segja, þannig lagað að umhverfissviðið tók virkan þátt í að velja örugga hlaupaleið og við vorum inn í Innri-Njarðvík og var alveg frábær þáttaka, yfir 300 okkar þáttakendur. Þannig að það svona, menn að læða sér inn á aðra daga, þannig að þetta eiginlega eins og segir, þetta nánast orðið öll vikan sem undir. Mjög flotti tónleikar líka í Njarðvíkurkirkju með kór Njarðvíkurkirkju með gospel og stóri flotti viðburðir. Vårt eget land, vårt fosterland, sen framkast solens högerland, din helgas gröt vid höftens land. Og svo heimafólkið það notar svolítið 50-daginn í búða og listaröld? Já, heldur betur. Hann pínu svona heimadagurinn, 50-dagurinn, en ég samt að segja, þú veist, það væri algjörlega full ástæða fyrir fólk að taka rúnt af höfuðborgarsvæðinu á 50-deginum. Því að það bara svo gaman þegar alla sýningarnar að opna og rosa mikið af tilboðum í búðunum og þetta svona skemmtilegur dagur, sko. Bærinn fullur af fólki og mikið að vera. Geggjað að gefa súpu. Súpa, já. Svo gaman. Og gleðja. Já, allir svo glaðir að fá súpuna, sko. Það líka svo góð súpa, ég skilðu þau. Já, hún góð. Hún bara frábær. Þetta bara besta súpa sem ég fengi. Það bara hann. Þið komið inn í gær í setningun á hátíðinni. Hafið þið komið áður á ljósanótt? Herðu, við komum á ljósanótt, ég man eftir 23. Já, kíktum 23. Þá vorum við helgina, eða tókum lögudaginn, það var ógeðslega gaman. Algjör snilld. Ljósanótt snilld. En þið voru óheppnir þá var súpan búin. Já, við mistum að súpunni þá. Já, klúður. Þess vegna komum við núna til að ná henni, sko. En kallast það þá að sitja í súpunni? Já, þá sátum við heldur betur í súpunni, sko, það mætti segja það. Og föstudagskvöldið, það orðið stórt líka með kjötsúpunni og því sem að það fylgir á eftir heimatónleikar og í Holtunum heima og allt það. Já, föstudagurinn var sko mjög stór núna. Það var bæði eins og segi kjötsúpan okkar sem að skólamatur framreiðir í tonnavís. Það voru held ég 3,6 tonna kjötsúpu sem þeir reiddu fram, ekkert smáræði. Og bara fín dagskrá í kringu það, við búum alltaf til smá dagskrá í kringu það. Svo voru tvö náttúrulega glæsileg íbúðaverkefni, eins og segir, í Holtunum heima og heimatónleikar í Gamla bænum.
dimmir í lífi mínu hlýr. Bros þín svo hlýja, svo blíð. Og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Og svo bara dúndur dagskrá á öllum skemmtistöðum bæjarins, þannig að ég held að það verði mjög auðvitað að fá valkvíða þetta kvöld. Það er mikil dagskrá. Og núna bara erum við að fara að keyra inn í 25. afmælisár Ljósanettar. Já, það ruglaði náttúrulega aðeins talningun á þessu að við mistum út 2 ár í COVID. Þannig að hátíðin var fyrst haldin árið 2000 en í rauninni 25. hátíðin verður haldin næst. Það er svo sem við erum ekkert farin að eitthvað að pæla sérstaklega í því núna. Við vorum bara rétt að lenda eftir þessa hátíð en aldrei vita hvað okkur dettur í hug. Gætu hún orðið eitthvað stærri? Ég vera hreinlega treysti mér ekki alveg til að segja það á þessari stundu sko, en manni finnst einhvern veginn að við séum alltaf aðeins að vaxa og ég hef fundið fyrir svo miklu svona auknum áhuga sko annars staðar frá fyrir hátíðinni bara núna á síðustu árum. Ég held ég allir aldrei farið eins mörg útvarpsviðtöl eins og núna. Það var bara, það var hringt frá hinum ýmsu stöðvum og beðið viðtal sem er ekkert endilega eitthvað sem við höfum alltaf orðið fyrir, eins og maður segir. Þannig að, og bara einhvern veginn eins og væri allstað pínu svona spenningur fyrir hátíðinni. Ég hitti líka svona mikið af nýjum aðilum, hönnuðum á svæðinu sem voru að koma í fyrsta skipti, sem voru bara algjörlega í skýjunum. Þannig að það er einhvern veginn eins og að sé svona meðbyr með okkur og mikill áhugi.